Ef einhver myndi segja við þig, ég treysti þér ekki, hvernig myndi þér líða? Ég skal segja hvernig mér myndi líða. Mjög illa. Þú mættir segja hvað sem annað en það að ég treysti þér ekki. Mér finnst að vera það allra versta sem hægt að segja við mig og mig. Honum ekki treystandi. William Miller, sem að við aðventistar tölum sem upphafsmanns aðventhreyfingarinnar í Bandaríkjunum. Hann var bóndi, hann var hershöfðingi, hann var lögregluforingi og á tímabili trúði hann því að Guð væri svona einhvers konar orka út í alheimi, ópersónulegur og ekkert hægt að hafa samband við hann. Og hann fór að velta því fyrir sér hvort það væri ekki eitthvað annað til heldur en þetta. Og þá það að hann læt sér þetta í hug að lesa Biblíuna. Og hann fer að lesa ýmsar bækur Biblíuna. Og kemst að þeirri niðurstöðu að einn segir þetta og annar segir hitt og svo þá þriðji segir eitthvað enn annað og svo fjórði kemur með eitthvað ennþá annað. Og hann hugsaði með sér, svona getur ekki Biblían verið. Það ekki hægt. Svo hann tók bara Biblíuna á borðið sitt og það sem við kallum biblíulíkil, sem hjálpar að finna vers í Biblíunni. Og í meir en 10 ár, hugsaði þér, var hann að rannsaka ritninguna til þess að komast að því hvað hún sjálf segði. Og það aldýrmætasta sem að William Miller fann í Biblíunni var það að hann found a friend in Jesus. Ég leyfi mér að vitna beint í orðin hans. Í Jesú öðlaðist hann, fann hann vin. Vin sem hann gat treyst, vin sem hafði fyrirgefið honum allar misgjörðir, vin sem myndi koma aftur og skapa nýjan himinn og nýja jörð. Hann ætlaði sér aldrei að verða predikari. En svo var það dag einn að það kemur strákur hlaupandi til hans og segir við hann, veistu það, William frendi, að prestur kirkjunnar hann lasinn og fólki vill að þú komir og predikir og segir okkur frá þessu sem þú ert alltaf að tala um. Það að segja endurkomi Jesú Krists. Og William var búinn að lofa sjálfum sér að ef einhver kæmi og bæði hann að segja frá boðskapnum, þá myndi hann gera það. Þannig var þó að þegar að strákurinn búinn að bera upp erindið, þá hleypur William Miller út í rjóður, hendi sér það niður og segir við Guð að þú skildir, og næsta orð var eiginlega voga þér að biðja mig að koma og predika. Það það síðasta sem ég get hugsað mér. En William Miller stóð við orð sinn og mætti í kirkjunni og flutti boðskapinn. Og í meir en 10 ár, rétt rúmlega, var hann að flytja þennan boðskap að Jesús kæmi aftur 20. og 2. október 1844. Jesús kom ekki.
Og William Miller hefði getað sagt við sjálfan sig og Guð, ég treysti þér og þú brást mér. Svona hefði William Miller getað hugsað. Ég treysti orðið þínu, Guð. Ég flutti það og 20.000 hafa tekið við boðskapnum með endurkomu Jesú Krists. Þú brást mér, Guð, ég sem treysti þínu orði. Nei, William Miller, hann hugsaði ekki þannig. Hann hugsaði ennþá eins og hann hafði hugsað, Biblían er sönn. Það er hægt að treysta Biblíunni. Ég hef ekki tekið eftir því sem réttara ætti að reynast. Og hann sagði við vini sína, það er eitthvað sem við höfum misskilið. Guðs orð fer aldrei með rangt mál. En ég hef misskilið eitthvað og ég ætla að bíða þangað til að Guð opinbera mér í orði sínu hvað það er sem ég misskildi. En hugsaðu ykkur að William Miller, hann dó áður en hann fékk svarið. En þrátt fyrir það að fá ekki svarið, þá treysti hann fullkomlega Guði og að það væri hann sem hefði misskilið eitthvað. Vonbrigðin voru svo hrikalega mikil þegar að Jesús kom ekki aftur 22. október 1844 að þeir sem að trúðu því, þeir gengu með veggjum eins og við segjum á íslensku. Þeir þorðu ekki að láta fólki sjá sig. Sumir fóru ekki alfara leiðir, heldur gengu þvert yfir akra og með húsum, því að enginn sem hafði flutt þennan boðskap hafði löngun til þess að fá vísifingurinn á sig og sagði ha, ha, ha. Sögðum við ekki að þetta væri alrangt sem þið fluttuð. Ég held að það sé útiloka fyrir okkur að ímynda okkur hvernig þessu fólki leið. En þessi litli hópur sem stóð eftir og var sannfærður það að þau hefðu misskilið eitthvað en að ritningin væri að fara með rétt mál. Manstu hvað það tók þau mörg ár að komast að hinu rétta? 3 ár. Mjög marga fundi á bæn þar sem bara ritningin var lesin. 3 ár. Og þá fenguðu ljós yfir þetta. Að Jesús hefði gengið inn í hið allra helgasta til þess að hreinsa börn sín af allri synd og að hinn almenni misskilningur að hann myndi koma til jarðarinnar og hreinsa hann með eldi var útskýrður. Þorið þú að treysta Guði? Ég hef það þannig að ég bið heilagan anda að hjálpa mér til þess að efast aldrei neitt af því sem stendur í Biblíunni. Ef ég skil ekki eitthvað þá segi ég við Guð, leyfðu mér að bíða stundarsakir og hjálpaðu mér til þess að finna svar. Veistu það að stundum getur svarið komið frá gamalli konu sem hefur lesið Biblíu sína alla ævi
og undir leiðsögn heilags anda skilið erfiða texta. Einu sinni var það strákur 10-11 ára í Suðurhlíðaskóla og ég spurði spurningar. Ég ætla ekki að segja hver hún var, því ég skammast mín fyrir að hafa ekki vitað það. Og þá sagði litli strákurinn, þetta auðvelt. Svo kom með svarið og ég man það þann dag í dag. En ég ætla ekki að auðmýkja sjálfa mig frammi fyrir ykkur og segja ykkur hver spurningin var. Þannig að þú veist aldrei hvaðan svarið kemur. En ef þú ert auðmjúkur, nógu auðmjúkur og lítillátur, þá getur það fengið það frá munni gamallar konu eða stráks 10 ára gömlum í Suðurhlíðaskóla. Já, traust mikið atriði. Það maður í bókinni Rut sem heitir Elimelek. Hann var mjög efnaður bóndi, eins og William Miller. Akrarnir þarna í kringum Betlehem, þar sem hann átti heima, voru mjög frjósamir. Enda þýðir orðið Betlehem brauðhúsið, því að þar var nægtir af korni og akrarnir gáfu mjög vel af sér. En eins og gerir stundum í Mið-Austurlöndum, það kom þurrkatímabil. Og akrarnir gáfu ekki af sér eins og þeir höfðu gert. Og þá það að þessi Elimelek, en takt eftir því að nafnið hans þýðir Guð konungur. Guð konungurinn minn. En Elimelek sem var ríkur og það var þurrkur og engin uppskera, hann hugsaði með sér, ég veit ekkert hvort ég get treyst þessum Guði. Og hugsaði með sér, ég bara fer úr landi og ég fer til Móabs. Og það að fara úr landi á þessum tíma til þess að setja stað í öðru landi þýddi það að hann yfirgaf í raun og veru sinn Guð, skapara himins og jarðar, og gaf sig á vald þess Guði sem að tilheyrði landinu sem hann fór til. Og finnst ykkur það ekki svolítið merkilegt að bera nafnið Guð konungurinn minn og af því að erfiðleika steðja að, þá segir við sjálfum þig, ég ætla að skipta konung. Ég ætla bara að skreppa yfir landamærin. Það virðist vera nóg af rigningu þar og ég tek bara með mér nóg af fræjum og svo verð ég aftur, þannig get ég varðveitt auðæfi mín. Já, að treysta ekki Guði getur verið stór hættulegt. Nú það þannig að Guð, hann hefnir sín aldrei á okkur mönnunum eins og við getum átta til að hefna okkur á hvort öðru. En þegar að framliðu stundir, þá dó Elimelek. Og synir hans 2. Kona hans, Naomi, stóð þá ein eftir sem ekkja. Að vera ekkja á þessum tíma þýddi það að hún átti ekkert að borða, ekki neitt. En hún treysti Guði og segir við tengdadætur sínar, ég vil hverfa aftur til Ísraels, til brauðhússins, en þið dætur mínar, þið skulu finna ykkur menn og giftast aftur, þannig að þið fáið eitthvað öryggi á elli árum ykkar. Þá það Rut sem segir, nei,
Það kemur ekki til greina, Naomi. Ég veit að þú átt ekkert, ekki neitt, þú átt fötin sem þú stendur í. En ég sé að þú treystir Guði og þess vegna þorir þú að fara heim aftur. Og ég kem með þér, því að þinn Guð er orðinn minn Guð og þitt land er orðið mitt land og ég ætla að deila örlögum þínum með þér í þínu landi. Og þegar Naomi sá að hún gat ekki breytt skoðun Ruthar, þá sagði hún, komdu með mér. Ruth sem hefði getað gifst sennilega velefnuðu manni, því að það kemur í ljós þegar þú lest söguna á milli línana að hún var svo fögur kona á að líta, glæsileg vexti og fríð sínum að eigandi akursins sem hún fór á til þess að týna, hann sagði við strákana, þið snertið hann ekki. Þið vogið ykkur ekki að koma í námunda við hana því að þá eigið þið von á mér. En þarna er þessi glæsilega kona komin á akurinn hjá einhverjum sem hún veit ekki hver er og vinir frá því að vera auðu kona í heimalandi er hún fátækur einstaklingur sem skríður á 4 fótum til þess að tína upp kornin sem hafa duttið úr bindunum á akurinn til þess að þau hafi nóg að borða. Það skipti hana engu máli hvaða verk hún þurfti að vinna ef það gæti einungis gert það verkum að Naomi og hún sjálf fengi eitthvað að borða. En þegar hún kemur heim, þá er hún svo yfirhlaðin á korni að Naomi segir við hana, hvar í ósköpunum hefur þú verið? Af hverju ertu með svona mikið korn? Já, þannig er, sagði hún, að ég lenti á akri hjá manni sem er sagður heita Bóas og hann ekki bara leyfði mér að tína, heldur gaf hann mér fullt af korni. Og þá segir Naomi, ég skal segja það svolítið Ruth, Guð hefur munað eftir mér af því að ég treysti honum. Þessi Bóas er náinn ættingi okkar og hann má, ef hann vill, kaupa eignina sem ég misti þegar ég fór úr landi og hann má meira segja ganga að eiga þig sem konu ef hann vill. Og þá er það gamla konan segir við Naomi og stelpur og strákar, takið nú eftir þessu. Hún segir við hana, Ruth mín, nú ferð þú í bað og þú greiðir þér eins flott eins og hægt er og svo smyrðu þig með ilmsmislum og ferð í bestu fötin sem að við eigum hér á heimilinu. Þú strákur sem nennir ekki eins og að greiða þér, tekur þú eftir því þegar að stelpan þín er vel styrt og ilmar eins og engill, eða fer þetta allt fram hjá þér? Það fór ekki fram hjá Bóasi. Og hann skildi hvað Ruth var að segja. Hún var að segja við Bóas, ef þú vilt, þá getur þú keypt jörðina hennar Naomi aftur, gengið að eiga mig og gefið henni og mér framtíð. Af hverju? Af því að Naomi treysti Guði. Stundum kemur ekki svarið undir eins þegar við byggjum Guð eitthvað,
en hann vakir yfir okkur öllum og þú getur treyst honum fullkomlega. Þegar erfiðleikar steðja að, ekki taka það þannig að Guð sé búinn að yfirgefa þig. Hann kannski að reyna þig til þess að gera þig enn auðugri andlega og bókstaflega á eftir. Að lokum nokkur orð Job. Hann missti allar sínar eigur. Hann missti öll sín börn. Og hann missti meira að segja konuna sína sem sagði við hann eftir að hann var orðinn fárveikur: reyndu nú að flýta þér svo þú drepir sem fyrst. En sjáðu til þess að svona rétt á hann þú hrekkur upp af að bölva Guði. Því að sjáðu hvað Guð hefur gert. Og Job, hann leyfði sér að ávíta konu sína fyrir að tala svo heimskulega Guð. Síðan situr Job þarna á öskuhaugnum. Af hverju sat hann á öskuhaugi? Af því að það mynd Biblíunnar af helvíti. Og með því að sitja á öskuhaugnum, þá segir hann við Guð og sjálfan sig: ég deyjandi. Ég mun hverfa ofan í gröfina og hún á næsta leiti. En á meðan að Job að hugsa þetta, þá segir hann þessi fögru orð í Jobsbókinu og 19. kafla: ég veit að lausnari minn lifir og ég veit að hann mun ganga fram á foldu við endi dagana og þá mun hann gefa mér aftur hold mitt og bein mín, þó svo að þau verði að engu í gröfinni. Hér kannski ein fegursta lýsing á því sem að Bóas var fyrir Rut. Hann var lausnarmaðurinn, endurlausnarinn sem keypti aftur jörðina og stöðu þeirra í þjóðfélaginu og gaf þeim framtíð. Og hér það að Job hugsar Jesús sem endurlausnaran, sem mun gefa honum lífið aftur í nýjum líkama á nýrri jörð undir nýjum himni. Þetta var sannfæring Jobs, þó svo að hann væri deyjandi, sitjandi á öskuhaugi, vitandi það að gröfin ein beið hans. Og ef þú vilt heyra þessi vers sungin fagurlega eins og hægt að syngja þau, þá hlustaðu á þessa aríu í oratóríunni eftir Händel. Arían bókstaflega guðdómleg og það hægt að hlusta á hana aftur og maður verður aldrei sattur. Svo koma 3 vinir Jobs í heimsókn. Taktu eftir orðinu vinir. Og til hvers voru þeir komnir? Til þess að ásaka hann. Mér liggur við að nota ljótt orð. Þeir reyndu að vera kurteisir, en þeir sögðu eiginlega við hann: þú þarna mannfífl, veistu ekki
að Guð er að hegna þín. Fattar ekki að hann er að hegna þér. Fattar ekki að þú hefur gert eitthvað rangt. Nei, sagði Job, ég veit ekki til þess að ég hef gert neitt rangt. En Job, hann var samt orðinn svolítið ánægður með sjálfan sig. Hann sagði, ég er augu hinna blindu. Ég er stafur hinna höltu. Ég er peningur hinna fátæku. Hann var orðinn svolítið ánægður með sjálfan sig. Hann var gríðarlega auðugur höfðingi. Hann átti þúsundir af sauðfé, úlföldum, ösnum og nautum. Og Guð þurfti svona eins og að vinda ofan af Job og fá hann til þess að endurskoða líf sitt. Og þegar að Guð birtist Job í síðustu köflum bókarinnar, mér finnst það svolítið merkilegt vegna þess að Guð kynnir sig ekki sem frelsara í þessum köflum, heldur sem skapara himins og jarðar. Og hann segir eins og við Job, hvar varst þú þegar ég skóp jörðina, þandi út himinin eins og þunna voð? Sérð þú fyrir hrafninum? Sérð þú fyrir dýrum merkurinnar? Fá þau ekki öll fæði á réttum tíma? Og þegar að Job hafði þannig fengið að sjá hið innra með sér mikilvæg Guð sem skapara himins og jarðar og hafði séð Jesú Krist sem endurlausnara sinn, þá segir Job í 42. kafla, ég hef talað eins og heimskur maður. Ég tek öll mín orð aftur og iðrast í dufti og ösku. Og það sem þá gerist er að Guð endurreisir hann til fullkominnar heilsu. Hann kvænist aftur, eignast börn og verður aftur auðugasti höfðingi Austurlanda. Getum við treyst Guði? Já. Getur það verið erfitt? Já. En ef við treystum honum, gefur það ríkulegan ávöxt að lokum? Já. Og hver er þessi ávöxtur? Hann er upprisan, hann er eilíft líf og hann er nýtt líf á nýrri jörð undir nýjum himni, þar sem allt hið fyrra er farið. Þökk sé Guði fyrir það að við skulum mega treysta honum, jafnvel þegar á móti blæs. Amen.